Við höldum áfram í föstudagsþættinum, hingað til mín sem fyrir komið góða gesti, Vilborg og Linda, forvarnar og félagsmálafulltrúi Akureyrarbæ, velkomnar. Við förum aðeins yfir, það mikil herferð núna til þess að kynna bjargir gagnvart ofbeldi og það eru sláandi tölur í því samhengi. Já, það núna Barnaheill eins og segir að standa fyrir landsöfnun til að vinna halda áfram með sitt góða starf að vernda börn og tölurnar eru þær og íslenskar tölur eru þær að ein af hverjum 3 stúlkum og 1 af hverjum 5 drengjum verður fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur og það eru náttúrulega rosalega sláandi tölur og eitthvað sem við erum ekkert alltaf að ræða og eitthvað sem við viljum hafa hátt undir höfði því að þetta er sjokkirandi að vita af þessu og ennþá meira að vita að 90% af þessu tilfellum þá er þetta eitthvað sem hefur tengsl við börnin. Þetta er afi eða amma eða frendi eða frænka eða vinur, pabba og mömmu eða bróðir og þetta er allt, eða vinur, þetta er alltaf svolítið náið. Þannig að þetta er viðkvæmt málefni og svo er líka að það hefur sýnt sig að 9 af hverjum 10 börnum þau segja ekki frá ofbeldinu meðan það á sér stað, heldur eftir á. Og sömuleiðis hefur það komið fram að þegar barn loksins segir frá ofbeldi þá er það búið að reyna það svona meðaltali 9 sinnum. Það byrjar að reyna að segja og bakkar út. Þannig að við þurfum að vera, við sem samfélag þurfum að vera vakandi fyrir þessum málum og þau geta greint þegar börn eru að reyna að segja okkur eitthvað og fylgjast með í kringum okkur af því að við berum öll ábyrgð á að vernda börn fyrir hverslegs ofbeldi. Þannig lítur að skipta líka miklu máli að grípa snemma inn í og við heyrum að það er alveg svigrúm fyrir það að það þurfi að koma 9 sinnum til þess að segja frá ef við getum alveg gripið inn í fyrr. Algjörlega og sjálfsögðu viljum við náttúrulega koma í veg fyrir ofbeldið. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 og það gerum við náttúrulega með forvarnarfræðslu sem vil ég segja öflug hér á Akureyri í grunnskólanum. En já, þetta með að barnið reynir ofta að segja frá og það skiptir máli að allir þeir sem að vinna með börnum og ungmennum að þau þekki þessi einkenni og viti hvernig það bregðast við. Þess að við tilbúin að hlusta á barnið. Að þekki þessi einkenni, nú eru tilfellin mismunandi, hvernig eru bjargráðin, hvernig er ferlið sem tekur við þegar að maður tekur eftir einhverjum einkennum og svo kannski teki eftir einhverjum einkennum en er það rétt metið hjá mér eða rangt metið? Sko ef við förum bara í það að við viljum helst ekki að ofbeldi eigi sér stað, þá þurfa foreldrar, og ég myndi segja auðvitað eru kennarar og allir sem koma nálægt barninu, en foreldrar þurfa alltaf að vera svolítið vakandi. Og ég sat námskeið hjá verndrum barna blátt áfram sem þá komið undir Barnaheill núna, að ég sat það þegar mín börn voru svona 4 og 6 ára og þetta opnar svo augum hans fyrir hvernig börn geta auðveldlega lent í þessum aðstæðum að þau eru svo lítil og plús það að við erum alltaf að segja að enginn megi vera vond við þau. Ef einhver ætlar að brjóta barni kynferðislega þá segir hann ekki ég ætla að vera vondur við þig núna, hann segir við ætlum að gera eitthvað sem er rosalega gott. Þannig að þetta ringlar þau öll. Þannig að bara það að sitja svona námskeið og skilja hvernig svona virkar og hvernig maður getur bara skilja þetta er mjög mikilvægt og þegar mín börn voru þarna 6 og 4 ára og það er 90% tilfella er bara náin ættmenni eða skildmenni, þá fór ég og mér fannst ég bara mjög hugrakk og ég sat með allir minni fjölskyldu, foreldrum mínum og systkinum mínum og sem ég treysti fullkomlega og vonandi gerum við það öll með okkar fjölskyldu þó að tölurnar sína annað, að þá tók ég þann pól í þess, ég lærði þessu námskeið að ég sagði bara börnin mín, sagði nöfnin þeirra og sagði bara þau vita hvar einkastæðinir eru og enginn má snerta píkuna þeirra eða tippi og ras nema pappa og mamma eða ef eitthvað að hjálpa þeim eitthvað af og ég man það var sátt og allir svolítið svona já, allt í lagi en þetta er til dæmis eitt af björgráðum til að koma í veg fyrr. Það er að láta bara nærumhverju vita að þín börn eru upplýst hvað er í lagi og hvað ekki. Og er líka að skilja það þegar barn er að reyna að segja þér. Ef að til dæmis barn, að því að börn þegar þau byrja að segja frá svona ofbeldi þá byrja þau
Það byrjaði mjög vægt. Þau eru að meta hvað þú þolir. En það einmitt þetta umhverfi sem að upplýsi öruggan í og við erum að tala þetta eru einstaklingar úr nær umhverfinu sem eru líka þeir sem að brjóta hvert á ég að leita til einstaklingar sem ég treysti og hverjum get ég treyst. Já, það getur náttúrulega verið erfitt kannski fyrir barnið þessari stöðu að vita hverjum það getur treyst. En sem betur fer að þá eru öll börn með fullt af fullorðnu fólki í kringu sem hægt að treysta. Og ég held að eins og segi þau reyna oft og fikra sig svona áfram og tala oft ekki bara við sama aðilann 9 sinnum skilur. Þau eru kannski að orða þetta við einhvern í fjölskyldunni, orða þetta við kennara eða íþróttakennara og vini. Það er mjög langmest. Segja þetta við vini líka. Þannig að þau eru svona, þú veist, þau prófa sig áfram og reyna að finna þennan aðila sem hægt að treysta. Það sem að við þurfum að líka að muna er að við erum ekki rannsakendur. Ef það kemur eitthvað barn til okkar þá ég ekki fara í eitthvað rannsóknarferli og komast að því hvað raunverulega gerðist. Það eru fagaðilar sem sjá það og við erum nú svo heppin að hafa barnahús sem eru náttúrulega sérfræðingar þessu sviði. Og það eru náttúrulega þau sem að athuga máli. Það er ekki við. Mikilvægt einmitt að grípa snemma inn í, við hljótum að þurfa þá að horfa líka á þá sem brjóta af sér alveg eins og þolendurnar. Við vitum tölfræðina bara eins vel og hægt er að vita af því að börn segja ekki frá fyrir oft eftir á. En við erum með þessi tölfræði, 1 af hverjum 3 stelpum og 1 af hverjum 5 strákum fyrir 18 ára aldur. En við erum einhvern veginn ragari að segja hvað 1 af hverjum 6 karlmennum brýtur af sér eða brýtur á barni eða brýtur á öðrum einstakling kynferðislega á lífsleiðinni. Og það, ég veit ekki hvort við ættum alveg að færa fókusinn svolítið af fórnarlömbunum og á gerendurnar. Og hreinlega að tala fyrr við krakka af því að það er eitthvað svolítið svona, það lítur að vera eitthvað í samfélaginu sem gerir það verkum að það er ofbeldi í gangi og hópnauðgunum til dæmis hefur fjölgað á Íslandi síðustu ár. Við erum við erum náttúrulega ekki druslugangar núna en bara ég sá á Facebook í gær það sem ein var að segja að læknirinn hefði sagt við hana þegar hún kom að láta skoða sig eftir kynferðisofbeldi. Þú skalt ekkert vera að kæra, þú ert með svo veikt mál. Af því að alltaf þegar kynferðisofbeldi þá er það í einrúmi og það er engin vitni að því. Það er mjög ólíklegt af því að það er náttúrulega stuðlaði að það sé ekki. Þannig að við þurfum einhvern veginn að höfða til líka, við getum ekki alltaf bara verið að segja við stelpur, passið ykkur, verið alltaf saman og verið saman í hóp og og ef þið fáið ykkur áfengi ekki skilja neina eftir. Við þurfum líka svolítið að tala við þá sem eru mögulega gerendur og gera þá ábyrga fyrir eigin hegðun. Og líka, og af því að við erum að segja við stelpunar okkar að passa sig, að þá getum við sagt, eins og við strákan okkar, að þið berið ábyrgð, þú hagar þér vel og ef þú sérði eitthvað sem er ekki að gera það, eitthvað vin þinn, þá stoppar þú það ef þér finnst hegðunin ekki vera í lagi. En það er þessi herferð núna í gangi hjá Barnaheill og það er að leita þangað eftir upplýsingum. Já, það er, þeir eru með heimasíðu og það eru allar upplýsingar þessi málefni. Linda Vilborg, takk kærlega fyrir að koma í settið og upplýsa ykkur þessi mál. Takk fyrir. Takk.